Jæja, takkið glósubækur þið sem ekki búin að því. 24. Það ekki? Ok, í dag ætla ég að tala við ykkur lögmál Ohms sem kennt við Ohm sem var af mikilli eðlisfræðinga fjölskyldu og vísindamanna fjölskyldu. Þannig að það ekki endilega þessi Ohm sem við verðum að tala þó þið rekist á hann í einhverjum vísindasögum eða bókum. Lögmál Ohms fjallar tengsl spennu og straums í rafmagni og það hægt að teikna það upp sem hvöll í hnitakerfi. Og ég ætla að sýna ykkur hvaða hvöll lýsa lögmáli Ohms og ég ætla líka að sýna ykkur hvaða hvöll lýsa ekki lögmáli Ohms. Og lögmál Ohms kveður eiginlega það að ef þú eykur strauminn í rafmagni þá hækkar spennan í rafmagni líka. En þetta ég vil teikna svona upp og ég vil teikna þessa mynd. Það bara hnitakerfi og það bara 45 gráðu lína í báðar áttir, upp og niður. Það sem annað spenna og hitt straumur. Hækkaðu spennuna, þá hækkar straumurinn jafnhliða spennunni. Þetta myndrið hér lýsir viðnámi lögmáli Ohms í báðar áttir og ég vil að þið teikni þessa mynd. Hvað það standið þarna hliðina? Straumur og spenna. Hér lögmál Ohms að verki. Stundum í íslensku skrifa bara Ohms. Þið þurfa að þekkja hvort tveggja. Síðan ætla ég að sýna ykkur hvernig svona myndrit líta út hjá tveimur vel þekktum fyrirbærum. Þar sem að lögmál Ohms virkar ekki. Og það annars vegar ljósaperan og það eins vegar díóðan. Og ég ætla að útskýra aðeins á eftir hvað hvort tveggja Ljósapera bara viðnám, langur, mjór vír sem rúllað saman í svona glóðarþráð þarna inn í og rafmagnið hleypt í gegnum hann og þá verða árekstrar hjá rafeindunum við öreindirnar inn í þráðunum við það hitna þráðurinn svo mikið að hann fer að glóa. Díóða dálítið annað fyrirbæri. Og díóðan það fyrirbæri sem tölvutæknin öll byggir á. Og ég ætla að útskýra hvað ég á við með því eftir smá stund. En ljósaperan hefur þann eiginleika að hún fylgir ekki lögmáli Ohms vegna þess að þegar hún orðin heit þá leiðir þráðurinn rafmagn verr. Hann leiðir rafmagn mjög vel framan af en þegar hann hefur hitnað ákveðið mikið þá hættir hann leiða rafmagn eins vel. Þannig að línurit fyrir ljósaperu lítur svona út. Það svona missi brattan þegar á líður. Rafmagnið þú eykur strauminn og spennuna og þá eykst straumurinn og svo eykur spennuna ennþá meira og straumurinn eykst og spennan eykst meira og straumurinn eykst þangað til hann mjög heitur að þá dugar ekki lengur að auka spennuna bara það sama venjulega vegna straumurinn eykst ekki eins mikið, hann leiðir ekki eins vel. Þú getið ímyndað ykkur eins og að sprauta vatni úr sprautu. Spennan að þú ýtir á sprautuna, straumurinn vatni sem kemur út. Og ljósaperan virkar þannig að þegar þú ert búin að sprauta lengi úr sprautunni þá verður erfiðara sprautúrinni, þannig að sami þrýstingur, sama spenna sprautar ekki sama straumi lengur.
og þá lítur það svona út myndritið og ég vil þekki þetta myndrit. Og nú spurning af hverju þetta bæði svona upp og niður. Það vegna þess að þetta byrja í sikkur áttina. Upp táknar bara að leiða straum í aðra áttina í gegnum vírinn, niður táknar að hleypa straum í gegnum hin áttina í gegnum vírinn. Til hvers að teikna báðar áttir, það út af díóðinni. Díóðan það sem heitir á ensku semiconductor. Á íslensku hálfleiðari. Hálfleiðari fyrirbæri sem leiðir rafmagn misvel eftir aðstæðum. Stundum leiðir rafmagn mjög vel, stundum mjög illa og það eru aðalega 2 leiðir til þess. Já, þetta tengist allt lögmáli Ohms. Lögmál Ohms lítur svona út og nú ég að sýna 2 fyrirbæri sem ekki hlýða lögmáli Ohms. Það annars vegar ljósaperan sem hættir að hlýða því þegar það búið við mikinn hita og hins vegar hálfleiðari. Það aðalega 2 tegundir af hálfleiðarum. Önnur tegundin það sem tölvan byggir á, hin svona díóða. Önnur heitir smári og hin heitir díóða. Díóða fyrirbæri eins og til dæmis ljósið í fjastýringunni ykkar, framan á fjastýringunni eða í sjónvarpstækinu eða á DFT-spilaranum, litla rauða ljósið sem kviknar. Það díóða í stjörnusjónaukanum, í miðaranum, litla rauði depillinn þar. Þetta nota gríðarlega litla orku og þess vegna þetta mikið notað þar sem þarf ljós sem á ekki að kosta mikla orku. Það til tegund af díóðu sem heitir LED, Light Emitting Diode. Light Emitting gefur frá sér ljós bara. Og það þessi mynd hér. Og þegar við oft séð þetta og það fullt af þessu í smíðastofunni, til dæmis. Það sem ég geti sett þetta á rafrásir og látið þetta lýsa upp. Díóðan hefur mjög sérstaka hegðun og hún sú að, nú ætla ég að teikna bara aðeins stærri mynd af henni og ég ætla að gera það bara hérna hinum megin, þar sem pláss. Hér hef ég díóðu, inn í þessu svona lítil ljósapera eða því sem næst. Nú set ég straum hérna inn og það kemur það hérna út og þetta logar mjög skært. En ef ég set straum í hin áttina, hér inn og þá að koma hér út, þá kemur engin straumur. Díóða einangrar í eina áttina en leiðar í hina. Þannig að í eina áttina gerist ekkert, það fer ekkert rafmagn í gegnum hana, í hin áttina flýgur það í gegn. Og það það sem gerir hana svo mikilvæg vegna þess að við þurfum efni sem að stjórna því hversu mikið rafmagn fer í gegnum þau. Þannig að díóðan hefur sérstakt línuritt. Nú ætla ég að teikna það bara hérna fyrir neðan. Línuritti fyrir díóðu leiðir vel í gegnum aðra áttina. Bara hér, fylgir lögmáli Ohms í aðra áttina, en í hin áttina gerist ekki neitt og það bara flatt hérna. Þetta á að vera meðfram línunni, en ég teikna þetta svona aðeins fyrir neðan svo þið sjáuð hvað þetta liggur. Þannig að díóða hefða sér svona. Það alveg saman hvað að beiti miklum straumi, mikilli spennu á vírinn í aðra áttina, að fer engin straumur í gegn. Þessar 3 myndir koma gjarnan á samræmdu prófunum. Ég geti vel skellt þessu á jólaprófið hjá okkur. Þá eigið þið bara að vita. Fyrsta myndin lýsir lögmáli Ohms, bara því sem gerist í venjulegum vír, venjulegum leiðara. Önnur myndin lýsir því sem gerist í ljósaperu, þar sem að hæfileikinn til að flytja rafmagn minnkar þegar það hitnar. Og þriðja myndin lýsir díóðu sem hleypir rafmagn í aðra áttina en ekki hina. Ég skil ekki þessar örvar. Hvað örvar? Þessar hér. Þetta var bara þegar ég var að segja að rafmagn fær inn hérna meginn, út hérna meginn, þá leitur rafmagn. En ef rafmagn fær inn hinum meginn, út þeim meginn, þá leitur hún ekki rafmagn. Það skiptir máli hvernig hún snýr. Ef þú snýr díóðunni við, þá slöknar á henni. Já, en hvernig finnst rafmagnið þá út þegar Það kemst ekki út. Það kemst ekki í gegn. en hvernig kemur það örvar? Vegna þess að ég var bara að sýna að ef við ætlum að reyna að láta það fara hérna inn og hérna út, þá bara virkaði það ekki. Það kemst ekki í gegn, það bara alveg eins og að setja trébút í rafrásina sem leiðir ekki rafmagn í besta falli ef að straumurinn nógu mikill kveikir bara í hérna. Ok. Ég ætla aðeins að útskýra hvað smári
Smári er grundvallareiningin í tölvu. Það er það sem er á flögunni, örflögunni. Það er það sem þeir vinna við að gera í Silicon Valley. Það því að grundvallareiningin í smára er yfirleitt kísill, silikon. Hér hef ég smára. Og yfirleitt hefur hann rafrás í gegnum sig, svona, sem að flytur rafmagnið hérna á milli, og svo er svona minni rafrás inn í hann. Og smári er líka hálfleiðari. Já. Þetta er smári transistor. Þetta er það sem tölvan gerir. Tölvan er byggð upp af milljónum, jafnvel milljörðum lítilla svona smára sem eru settið saman á örflögur til að stjórna tölvunni. Og smári getur bara haft tvenns konar ástand. Hann getur hleypt rafmagn í gegnum sig og þá er kveikt á honum og það táknar töluna 1 í tvendakerfinu. Eða hann getur verið lokaður og hleypt engu rafmagn í gegnum sig. Hér er bara stopp og þá er ástandi 0 í tvendakerfinu. Tölvan byggir upp á þessu tveimur. 1-0, 1-0, kveikt slökkt, kveikt slökkt. Þið getið búið þetta til með ljósaperum og fyrstu tölvurnar voru með lömpum. Þið getið búið til heila tölvu bara með því að nota ljósaperu sem er slökkt og kveikt á til skiptis. En þetta er örlítið einfaldara og tekur örlítið minna pláss. En það er ástæðan fyrir að fyrstu tölvurnar voru svo stórar að þetta fyrirbæri hér tók svo mikið pláss. Þetta voru stóri lampar bara á stærð við mjólkurfernu. Í dag eru kannski 1.000.000 á fercentimetra eða eitthvað svoleiðis. Og hvernig virkar smári? Hann virkar þannig að segjum að hér sé stór rafstraumur. Nógu stór til að tölvan geti látið hann gera eitthvað. Hann getur látið hann framkvæma einhverja vinnu. En hér er pínu lítill rafstraumur. Það er að tala bara rafstraumunni sem að kemur af því að halda á sítrónu í annarri hendinni með 2 tegundum af málmum í og snerta með litla putta hinnar handarinnar. Búið að farast í gegnum allan líkamann. Það eru fá tæki sem myndu mæla það neitt í nákvæmni. Þetta er bara örlítill rafstraumur, hann dugar til að kveikja leiðina fyrir rafmagni í gegnum smáran. Þannig að rafmagni streymir hér í gegn ef að straumur berst hér. Svo lengi sem kveiktir á þessum straum, þá kveiknar á þessum leiðara. Kemur einhvern tímann mismunandi mikið rafmagn? Í gegnum töluna? Það á ekki að gera það og þessar nýju örflugur eru svo viðkvæmar að það má ekki gerast. Að ef það gerist þá grillast allir búnaðurinn. Menn sem vinna til þessu í stórum tölvukerfum, þeir þurfa mjög gjarnan að taka á sig stöðurafmagni áður en snerta tölvubúnaðinn til að hlaupa ekki næst í græðurnar og eyðileggja þær, símstöðum og svoleiðis. Þannig að þetta er mjög einfalt fyrirbæri. Ef það er ekki straumur sem kemur inn í smáran hérna megin, þá hleypir hann ekki rafmagn í gegnum sig og þá er hann 0 í tvendakerfinu. Ef hann hleypir í gegnum sig, þá er hann 1. Svo byggist tölvan bara upp á því að breyta þessum 0 og 1 í skiljanleg skilaboð. Og það er til starfstétt forritara sem bara forrita í tvendakerfi. Þeir eru ekki basic eða sharp eða þeir eru ekki neinu forritunarmáli, þannig að þeir fást við orð. Heldur forrita bara 100111100110010 og það er svo sem ábyggilega ekkert sérstaklega einfalt starf. En hálfleiðari er það sem tölvutækni snýst í dag. Hugsanlega breytum við því með skammtafræði tölvunum sem að virka öðruvísi. Svo ætla ég að kynna ykkur fyrir einu hugtaki enn sem er ofurleiðari. Í smáran við það kemur ekki þriðja rafmagnið. Já, þá leiðir hann ekki rafmagn. Þessu, þá hvað? Er hann lokaður? Já, þá 0. Eða öfugt, ég man ekki hvort það er að hann lokist við að fá rafmagnið eða ekki, það skiptir náttúrulega einhver máli. Ja, nei, hann opnast við það að rafmagnið fari í gegn, þá hleypur hann í gegn. Það er eitthvað tengdur lögmáli Ohms. Hann vinnur ekki samkvæmt lögmáli Ohms. Það er alveg svo ekki mikið spenna. Ef það kemur ekki þetta þriðja element inn, þá virkar hann ekki. Hann er hálfleiðari. Ofurleiðari er
líklega það svið vísindana sem er í örustum vexti ásamt tölvuvísindunum. Hálfleiðarar og ofurleiðarar eru mjög mikilvægir fyrir mannkynið. Ofurleiðar er mjög mikilvægur vegna þess að ef við leggjum á stað með ákveðið mikið af rafmagni, segjum bara hér höfum við raforku og orka er mæld í hvaða mæleiningu? Júl, sem við höfum bara 10.000 júl. Með 10.000 júl orku sem geta á framkvæmt 10.000 júl að vinnu líka. Nú þurfum við að flytja hana frá Íslandi sem á meira en nóg af orku til Bretlands sem hefur ákveðið að loka Sellafield kjarnorkustöðinni og vantar orku. Allir leiðarar sem við eigum völ á í dag hafa viðnám. Það er að segja, í leiðslunni verða árekstrar við öreindirnar sem veldur því að það tapast orka sem varmi. Þannig að þessi leiðsla til Bretlands, hún myndi hitna og hún myndi kannski hitta 3.000 júl af varmaorku. Sem þýðir að til Bretlands kæmist bara 7.000 júl af raforku. Og þar þyrfti að fara í fullt af raflögnum og þar myndi tapast enn meira. Viðnámið myndi taka og breyta raforku í varmaorku og þið vitið það ekki eftir að eyða orku, hún verður að fara í eitthvað annað og öll orkan sem fyrir það til dæmis að hita hlut sem á ekkert að hitna eins og tölvu eða sjónvarp eða eitthvað bara, skiptir ekki máli, það er töpuð orka. Það er orka sem fer til spillis. Og það er eins með að flytja rafmagn langar leiðir og þetta er ein af aðalástæðum fyrir því að við Íslendingar verðum líklega ekki stór útflutningsþjóð í raforku sem við gætum það orðið bara rík eins og Sádi-Arabar eða eitthvað. Það er svo að við töpum svo miklu við að flytja orkuna. Þannig að við erum alltaf vakandi fyrir því að flytja orkuna með öðrum leiðum og ein hugmyndin er svo að flytja orkuna burt sem vetni. Það er að segja nota raforkuna til að splundra vatni í vetni og súrefni og flytja vetnið á milli landa. En nú er komið í ljós að vetnið tekur svo mikið pláss með hvað er lítil orka í því að líklega mun það ekki borga sig heldur. Vetni er allt of stórt. Þannig að við erum alltaf leitandi leið á því að flytja rafmagn með betri hætti. Ofurleiðarar, eins og nafnið gefur til kynna, hafa ekkert viðnám. Ofurleiðari. Ljósleiðar og ofurleiðar. Nei, ljósleiðari kemur þessu ekkert við. Ég skal útskýra eftir hvað hann er. Hefur ekkert viðnám. Hann er drauma rafleiðslan. Allt rafmagn sem fer inn í hann kemur út úr honum á hinum endanum. Og þeir eru til. Og þá er spurningin, af hverju leggjum við ekki bara ofurleiðara á milli Íslands og Bretlands eða Íslands og Þýskalands og flytjum orku? Fyrsta lagi er það ábyggilega feikilega dýrt að gera, jú. En það er samt ekki aðalástæðan. Þó að það yrði líklega aðalástæðan þegar hin aðalástæðan er dottinu fyrir. Ástæðan er sú, þið kannist væntanlega við þessa tölu hér. Hvað tala er þetta? Við þurfum að láta Þetta er alkull. niður alkull. Allir ofurleiðarar, af vísum undantekningu, ég ætla að segja frá eftir smá stund, virka við hitastig nálægt alkulli. Virka við hita nálægt alkulli. Þannig að ofurleiðarar rannsóknir sem hafa aðalega farið fram í eins og í Moskvu, þar sem menn eru konið langt í rannsóknum á alkulli, hafa hingað til alltaf skila ofurleiðurum sem eru kannski 220 gráðu kaldir, sem sagt mínus 220 gráður Celsius, sem auðvitað er engin leið að framkvæma á eðlilegum stöðum. En nýjustu rannsóknir benda til að þetta sé að breytast. Það eru líkindi til, það er líklegt að þetta breytist. Og þið skulle bara fylgjast með í fréttum
að það geti komið hvenær sem er að það sé búið að uppgötva ofurleiðara sem að virka við stofuhita. Það er mikla framfarir í gangi bara í þessum tölu orðum og mjög spennandi að sjá hvað verður. Vegna þess að þetta mun breyta orku heimsins. Hvað stendur hann að virkar við? Hita nálægt alkuli, -273 gráðum. Ég sá frétt í vikunni það að vísindamenn væru að fara að flytja rafmagn þráðlaust. Ég man ekki hvort við vorum að tala daginn. Við vorum að tala þetta í einhverjum bekkum daginn. Hvað heimurinn yrði frábær ef við getum flutt rafmagn þráðlaust. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur eftir smá stund hvað felst í því að flytja rafmagn þráðlaust. En fyrst ætla ég að útskýra hvað ljósleiðari er. Má ég stróka þetta út? Ok, þið bara sjáið hjá sessunautnum ef þið eru ekki búin að ná þessu. Ljósleiðari, það því við erum að tala leiðara. Þá þurfum við að vita hvað þetta hér merkir. Ofurleiðari fylgir reglum. Þessi tvö hugtök, digital og analog, þýða stafrænt. Mér minnir að íslenska þýðingin fyrir analog sé hliðrænt. Ég er ekki tilbúin að hengja mig upp á það, en ég er nokkuð viss um það. Ég vil eitthvað bara sagt analog og digital. Ég vil þekki munið á þessu tvennu. Hvernig ljósleiðari ensku? Það er hérna, þessi light fiber bara, minnið það. Ha? Digital og Analog og stafrænt og hliðrænt. Digital er í raun sára einfalt. Digital eða stafrænt merkir bara að það er þýtt yfir á tvendakerfi tölvuvísindana. Það er bara dulmál. Dæmi, ég skrifa ritgerð og hún byrjar á orðunum í þessari ritgerð. Bla 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 bla. Eins og margar ritgerðir. Nú ætla ég að þýða hana yfir á stafrænt form. Og þá er stafurinn í bara ákveðin run af 1 og 0. Ég man ekki hvað það er. Ef þið eru svona örlaganördar þá getið þið lært að utan það. En þá leiðréttið við bara að þið vitið þetta. Ég ætla bara að semja eitthvað fyrir í. Ég ætla að segja í þýðir bara 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Það er í. Þetta var 1, 0, 1, 0. Já, ok. Og þ er 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Þetta eru líklega allt, já, blankt og allt það. Væri svo bara eitthvað þriðja. Núna þýði ég bara ritgerðina mína yfir á þetta mál og ég sendi þessar upplýsingar með einhverjum hætti á milli staða og þá getur svo sem er á hinum endanum skrifa ritgerðina mína upp á nýtt og láti bara tölvu skrifa hana upp á nýtt. Og ein leið til þess er að nota bara ljós, til dæmis bara vita. Hér er bara viti. Nú þarf ég að senda ritgerðina mína yfir á hérna eyjuna, hér, þar sem að háskólinn er. Ég er hér í vitanum. Svo bara byrja ég og þeir fylgjast bara með. Kveikt, slögt, kveikt, slögt, kveikt, slögt, slögt, kveikt. Þeir fá þessar upplýsingar og vita það er í. Slögt, slögt. Ha, Hvernig er það að vita? bara 1 sekúnda, hver stafur, eða eitthvað. Það getur ekki svolítið langan tíma. Jú, þetta tækir þá til langan tíma. Það er mikla hugsun. Og Þess ef ekki vegna villu. er mjög gott að nota tölvur í þetta því að það gera hlutina ansi hratt. En ég get þetta og þið sjáðu hvernig þetta virkar. Ég get líka gert það við tónlist. Nótan C er 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Og svo er bara hér einhverja í eyjunni sem tekur á þessu upplýsingum og slæðir á C á píanóinu sínu og hann getur spilað tónverki sem ég sagði hann að spila. Þetta er það sem tölvan gerir í grundvallaratriðum. Hliðrænt er annað. Hliðrænt er til dæmis það þegar að ég öskra í hátalara í hljóðnema. Hljóðnemi byrjar að titra í takt við titringin í röddinni minni og skráir þennan titring niður til dæmis á hljómplötu. Þannig að ég tala, við það koma hljóðbylgjur,
þessar hljóðbylgjur festast í plötunni af því að náli risti þar í plötuna og svo ef ég spila plötuna aftur þá framkallar hún eins titring í hátalaranum og röddin mín kemur hér. Þetta er líka hægt að gera við ljós og svona virkar til þess vídeótæki. Vídeótæki lesa bara upplýsingar. Nú á að vera lítið af ljósi þarna, nú á að vera mikið, nú á að vera mikið, lítið, mikið, lítið og svo bara kveikir á þessum skjám og sjónvarpstækinu þannig að þið sjáðu mynd út úr því. En það er ekki bara kveikt slökkt á vídeótækinu. Það getur verið einhvers staðar þar á milli. Þannig að upplýsingar frá stafrænum miðli líta einhvern veginn svona út, kveikt slökkt, upplýsingar frá svona miðli líta einhvern veginn svona út, bara eins og hljóð upptökur eins og það hefði séð eða hjartalínurit eða eitthvað svoleiðis. Það er alltaf svona Það. hjartalínurit. Já, ef þú ert settur í hjartalínurit þá er vantarlega eitthvað að þér og getur alveg eins verið þetta eins og eitthvað annað. Ok, þetta er stafrænt og hliðrænt. Hvernig kemur þetta ljósleiðurum við? Jú, það er hægt að nota ljósleiðara til að flytja báðar tegundir upplýsingum. Annars get ég kveikt og slökkt á vitanum alveg. Hins vegar get ég notað dimmer og stjórnað magninu á ljósi sem kemur. Þannig ég get sendt báðar tegundir upplýsingum. En hvernig flytjum maður ljós til dæmis fyrir horn? Hvernig flytjum maður ljós í gegnum myrkra herbergi? Það sem má ekki lýsa. Hvernig flytjum maður ljós á milli staða? Sem er ekki í sjónlínu hvor við annan. Einhver leið til þess. Já? Gegnum rör með fullt af speglum. Gegnum rör með fullt af speglum. Sem er nákvæmlega það sem ljósleiðari er. Já? Já. Nú ætlum ég að sýna hvernig ljósleiðari virkar. Aftur, ef þið náðu ekki að fylgja þessu, þá er ég að setja þetta á netið. Það getið farið í gegnum glósunar eitthvað á því. Og þið getið líka að setja á sessunet með þetta er bara eitthvað smátt í. Ljósleiðari þetta gráa sem er öllum gervijólatrjám. Þetta gráa sem eru öllum gervijólatrjám. Já. Þetta er alveg litli ljótrið sem skiptir lit. Ljósleiðari er þetta, sko, það er oft svona brúskur. Já, Það er ljósleiðari, já. Svona ljósleiðari, þið getið búið til ljósleiðari eins og ég var búinn að segja stelpunum allavega og ég tek það fullgilt sem náttúrufræðiverkefni. Og einfaldasta leiðin til að búa til ljósleiðari er þessi. Takið ykkur svona laserpenna, bendilaser, festið hann vel hérna við hliðina á flösku og kveikið á honum og þið munið sjá ljós lýsa í gegnum vatnið á einhvern ákveðinn blett hérna með á flöskunni. Þar sem bletturinn er, skeri gat á flöskuna og þá mun koma buna út úr flöskunni. Og þið munið sjá, ef þið gerir þetta almennilega á réttum stað, að ljósið fer hér og hér og hér og hér og hér. Ljósið ferðast niður bununa. Af því að innra yfirborð vatnsbununar speglar ljósið. Það brýtur ljósið. Og þetta er mjög frumstæð og einföld leið til að gera ljósleiðara. Flóknari leiðir er að búa til ljósleiðara bara eins og þeir eru þarna á þessu jólatrjám og þetta. Og það er þá bara fyrirbæri sem er með þannig innra borð að ljósið kemst ekki í gegn, heldur speglast hér. Þetta setur ljósleiðarum ákveðin takmörk vegna þess að við leggjum ekki ljósleiðara svona. Þess að ef við myndum leggja ljósleiðara svona, þá eru allar líkur á því að ljósið slippi út. Ljósið speglast ekki af kröppum fleti. Þetta er alveg eins og bara að lenda flugvél í sjónum. Ef flugvélin kemur of bratt inn, þá speglast hún ekki á haffletinum, heldur fer bara beint ofan í sjóinn. Og Börkur. Þannig að í náttúrufræðiverkefninu má ekki bara fara og rífa upp ljósleiðara. Þetta bara á bænum? Já. Taka bara út skjáinn hjá einhverjum? Já. Það er spurning. Nei, held ekki. En þetta er mjög einfalt verkefni að gera og hérna búa til ljósleiðara. Og þið sjáðu náttúrulega að þetta er í grunninn bara það að nota spegla til að flytja ljós. Og við getum alveg eins gert þetta bara, það var mjög vinsæll leikur þegar ég var hérna unglingur sem var lasertag, sem var svona ljósbyssu leikur, þar sem var að skjóta fólk með ljósbyssum og svo var það með svona skynjara og svo píftið það var dautt. Og ég man að ég notaði alltaf spegla þegar ég var að keppa í þessu. Það var hérna óvinnurinn að læðast að mér og ég var alltaf búinn að stilla upp speglum þannig að ég sá hann. Svo ég náttúrulega búinn að
fela mig einhvern veginn á bak við eitthvað drasl, þannig að ég sæðist ekki vel. Svo þegar ég sá viðkomandi í speglinum, þá skaut ég í speglinn, það endurvarpaðist í næsta og hann var dauður. Honum til mikillar ánægju væntanlega, því að vera veginn og launsátri. Eyðilagði dálítið svona raunveruleika stemninguna í byssuleiknum, en það er allt í lagi. En þetta er það sem ljósleiðari gerir. Hann flytur upplýsingarnar annarkvort kveikt, slökkt, kveikt eða mikið, aðeins minna, ekkert, meira, minna. Og það er hægt að lesa þessar upplýsingar og búa til eitthvað annað úr þeim. Til dæmis hljóð eða ritgerð eða sjónvarpsþátt eða bara hvað sem er. Þetta er ljósleiðari. Hvað ætla ég að tala um líka? Ég var búinn að því. Já, það var það sem ég var búinn að gera. Ok, flott. Þá er allt á... Þú veist líka búinn að tala um analóg. Já, þá er allt á réttum stað. Morse-kerfið er líklega fyrsta digital kerfið. Stutt og langt. 2 ástönd skiptast á. Svo eru bara menn sem voru þjálfæri því að hlusta á Morse-merki og gátu breytt þeim í stafi. Það þarf ekki nema 2 stafi fyrir stafrófið eða hugsa út í það. Hins vegar er gott ef maður hefur bara 2 stafi fyrir stafrófið að hafa einhverjar reglur. Nú ætlum ég að sýna ykkur af hverju. Segjum að þetta séu 2 og þetta sé 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta er 2 og þetta er 1. Og nú lesið þið einhvers staðar inn í keðjunni 1, 0, 0, 1, 0. Og þið getið með engum móti vita hvort þetta kemur úr 1 eða 2 nema skoða umhverfið. Og þá er eins gott að umhverfið get ekki komið meir en 1 möguleg lausn til greina. Þannig að í tvendakerfi, í stafrænu kerfi, þarf alltaf að vera einhver grundvallar fjöldi sem er alltaf lesin í einu. Þannig að það þarf að vera 8 stafir sem er alltaf tákna eitthvað 1, eða 16 stafir sem tákna eitthvað 1, eða 32, eða bara, við ráðum í náttúrulega hvað eru margir, og það er það sem kallar bit eða byte. Svo koma kilobæt, það eru 1000 svona stykki, og svo megabæt, og svo kolli. Þetta er 1 byte, þess að... Það er 1 skammtur af stafrænum upplýsingum. Það er ekki 6 stafir. Mér minnir að það sé komið upp í 16 úr 8. Ég bara er ekki viss á það. Enda eins og ég áður sagt ekki tölvuböff. Já, Börgur. Þannig að þegar er gert svona eins og með bara ljós, er það nokkuð hægt að byrja á 0 og enda á 0? Byrja með slögt og enda með já, það er náttúrulega rétt hjá þér að en þú getur náttúrulega að gefa eitthvað merki að þú sért að fara að byrja. Já. Þú getur bara blikkað 2 og þá veit hinn að það er að byrja og þá getur þú byrjað á 0. En náttúrulega ef þú byrjar með 0 og hinn veit ekki að þú ert byrjaðir, þá náttúrulega lesa hann ekki neitt. En náttúrulega ef það gerir bara 4 stafir, hann bætir hann bara 0 8 stafir. Ég held að bænari byrja alltaf á 1. Já. Sem að er skynsamlegt eða spáðið út í það. Það byrja alltaf á 1. Ok. Þetta er náskylt því sem gerist í frumu þegar hún er að lesa DNA. Eða hugsa út í það, það eru bara 2 tegundir upplýsingum í DNA. Það getur bara að raða saman á 2 hátt í DNA og það raða saman á 1 af 2, það getur að vísu snúið á 2 hætti, en svo er það bara lesið. Út úr því að raða saman amínósýrum sem mynda prótein. Þannig að marganátt eru frumurnar í okkur og við stafræn að upplagi. Og þetta er bara besta leiðin til að flytja upplýsingar á milli staða. Tökum bara dæmi. 2 menn standa sikkur með við hæð. Báðir hafa, þetta var nú sérstaklega beint hjá mér, báðir hafa svona 9 reita kassa. Annar heldur á fána sem sést yfir hæðina. Hinn heldur á stórum blýanti. Kannski ekki alveg svona stórum. Og nú á þessi að flytja þessa mynd yfir hæðina á þess að tala og nota bara fána.
þeir náttúrulega komið sér saman þetta nýjureita skipulag og þeir eru væntanlega búin að tala saman hvernig á að túlka þennan fána. Þannig ef fánanum er veifað, þá er hann að byrja og strax hann hættir að veifa er hann komin á fyrsta reitin. Ok, síðan á hinn að telja upp á 10 eða horfa á 10 sekúndur á úrinu og sjá hvort fáninn er uppi eða niðri. Ef hann er uppi, þá á hann að lita þann reit, ef hann er niðri á hann ekki að lita. Eftir 10 sekúndur fyrir hann í næsta reit. Og þessi myndi þá hrista fánan, ég er að fara af stað, svo myndi hann láta fánan hverfa í 10 sekúndur, svo myndi hann koma hann upp og hafa hann bara uppi og þessi myndi átta sig á því hér á að lita. Svo myndi liða 10 sekúndur, hann fyrir við næsta reit og gerist ekki neitt, þannig hann lætur hann vera. Svo þurfa hann alltaf að vera búin að ákveða hvort á að lesa beint niður eða byrja á næstu línu og kolli. Og ef þeir gera þetta rétt, að þá er á endanum búið að lita sögumyndina hérna megin. Það er búið að flytja upplýsingarnar hingað og hingað. Það er eitt grundvallaratriði í kenningu Einsteins að svona upplýsingar, engar upplýsingar geti flust hraðar en á ljóshraða. Að öllum upplýsingum sé sett að takmark að það er ekki að flytja hraðar en c eða 300.000 km á sekundu. Einstein gengur út frá því sem vísu. Upplýsingar get ekki flust hraðar en þetta á milli staða. Skammtafræðin er að skemma það fyrir honum í dag. Og skammtafræðin er að skemma það fyrir honum svona. Hér er maður á vísindastofu með öreinda hraðal eða einhverja græju og hann splittar hérna einhver atómi í jáeind og eitthvað og rafeind og jáeind eru andstæður og allt þetta skiptir ykkur nákvæmlega engu máli, ég er bara að hugsa hvernig upplýsingarnar komast á framfæri. Og samkvæmt skammtafræðin er 50% líkur að þetta verði rafeindin og 50% líkur að þetta verði jáeindin. En gúrkan er svo að þetta verður ekki annarkvort jáeindi eða rafeind fyrir einhver lítur á það. Þannig að nú lítur þessi á sína eind og sér að hún er rafeind. Og leið verður þessi að jáeind á sama augnablikki. Og upplýsingarnar fóru héðan og hingað á meira en ljóshraða. Og afstæðiskenning Einsteins er í bobba. Ef þið skildu þetta allt í lagi, ef þið skildu þetta ekki, skiptir engu máli. Þetta er bara fyrir þá sem eru aðeins konni með grunn í hugmyndirnar á bak við skammtafræðina. Ok, nýjureita kassin, hvaða uppfinning á flestum heimilum byggir á þessu? Sama, bara fleiri reitir. Það er sjónvarpið. Þetta var sjónvarpið. Sjónvarpið eru bara svona reitir. Húða er með fosfór sem hver uppgötvaði? Henning Brand uppgötvaði fosfórinn. Fosfórinn hefur meðal það einkenni skjóttu rafeindageisla, skjóttu rafeindum. Þannig eru rafeindir á fosfórinn og hann mun glóa. Ok, settu fleiri byssur og miðaði einni byssunni á rauðan fosfór og einni á grænan og einni á bláan og þú getur rátt til rautt eða blátt eða grænt glóa. Þú ræði því, það er litasjónvarp. Svo þarf ég að stýra þessum rafeindageisla á sjónvarpið og ég geri það með rafmótor. Nei, hérna rafsegli. Hér er rafsegull, set straum á rafsegulinn hérna megin og þá mun hann beygja í þessa átt. Set straum á hérna megin, þá mun hann beygja í þessa átt. Ef engan straum, þá mun hann fara beint og svo get ég stilt þetta eftir þörfum. Og svo bara les sjónvarpið og það er tölvan í sjónvarpinu sem gerir þetta. Skjóti rafgeislanum, miðið honum þangað og látið vera rafgeisla. Færið síðan einn til hægri og hafið enga rafgeisla. Færið síðan einn annan og hafið sterkari rafgeisla. Færið síðan einn þangað, hafið veikan rafgeisla. Færið svo einn til þangað, hafið ofsalega daufa rafgeisla. Einn enn, ofsalega sterkan. Og það sem gerist í sjónvarpsskjánum með þetta, að ef við erum horfandi innanfrá frá rafeindunum, þessi myndi fara að lýsa, þessi er svartur, þessi myndi lýsa sterkar, þessi myndi lýsa veikar, þessi myndi lýsa rosalega veikt, þessi myndi lýsa rosalega sterkt
og úr þessu verður til mynd af því að þetta gerir svo hratt að við sjáum ekki að það er bara verið að lýsa 1 depil í einu. Svona virkar sjónvarpið. Og þá skulum við sjá lítið myndband.